Góða kvöldið, velkomin í kvöldkaffi á N4. Ég kom með tvær dugnar konur til mín. Það Auðbjörgu og Bryndísi. Auðbjörg, þú ert hérna fyrir hönd heimahlýningar á Akureyri. Já. Og hérna öldrunarheimili Hlíð, þú ert þar. Já, heilsuvernd hjúkrunarheimili. Heilsuvernd hjúkrunarheimili, já. Og ég ætla að byrja á því, af því að ég bjóð til kakó. Að bjóða ykkur upp á kakó. Hvernig líst ykkur á það? Frábærlega. Frábært. Fólk veit ekki ennþá hvað við ætlum að tala en það alltaf leið. Það getur bara aðeins beðið. Ég hérna vann bara einu svona vinna á Bláu könnunni hérna á Akureyri og þar var ég sko, ekki kannski aðal kakógerðarmeistarinn, en ég gerði mjög oft og fékk yfirleitt hérna hrós fyrir. Þannig að lofa góð. Nú ætla ég bara að vona að ég hef engu gleymt. Alveg örugglega ekki. Nei. Herðu, þið eru svona nokkurn veginn, þó þið séu að vinna á sitthvorum staðnum, þá eru þið samt nokkurn veginn svona í svipuðu starfi. Getur það ekki passað? Þetta svona, við erum að tala lífsloka meðferðir. Eða lífsloka þjónustu. Hvað viljið þið kalla það? Jú, við erum báðar í svona rauninni sérhæfðri einkenni og líknar meðferð. Unnum lengi saman í heimahlýningu. En hvað gerir heimahlýning? Heimahlýning veitir sem sagt sérhæfða einkenni og líknar meðferð í heimahúsum og það bæði fyrir þá sem eru alvarlega veikir og styttist í að deyi og þeir kjósa sumir hverjir að deyja heima. Og svo það líka að sumir fara í erfiða lyfjameðferð og þurfa þá svona sérhæfða meðferð á þeim tíma. Já, en svo kannski geta útskrifast úr því þegar ganga betur. Já, margir hverjir. Bara koma yfir þessa erfiðu meðferð. Já. Og svo vinnum við líka bara heilmikið með heimahjúkrun og vinnum saman og það bara skiptir gríðarlega miklu máli að vinna saman. Já, í rauninni snýst þetta þá að geta gert fólki kleift að vera heima eins lengi og það getur. Já. Í rauninni þá alla leið ef það hægt. Já, með erfið veikindi að fá þá stuðning og fræðslu til þess að takast á við erfið veikindi. Stundum það tímabundið að ef einstaklingur fer í erfiða krabbameinsmeðferð eða hvað annað sem þarf kannski bara tímabundna þjónustu og svo útskrifast það frá okkur. Já. Og oft vinnum við með heimahjúkrun og sinnum einstaklingum og fjölskyldum saman og stundum það til enda og stundum það bara tímabundi eða kannski erfið verkjameðferð eða eitthvað svona sem við erum búin að sérhæfa okkur í. Já. En umfram allt þetta ákaflega mikilvægt, allir vinni saman og þetta þétt og gott heimi, bæði á sjúkrahúsinu, á almennu göngudeildinni, á deildunum og við sem vinnum út í bæ, heimahlýning, heimahjúkrun og heimaþjónustan. Já. Og svo Hlíð. Já, alltaf algengast að fólk svona gangi síðasta spölinn á öldrunarheimilum á Íslandi, það ekki rétt fyrir mér? Það allavega jú, það bara, sú þróun hefur verið að gerast síðasta áratug að sífellt fleiri deyja á hjúkrunarheimilum með við sjúkrahús. Ég held að það hefur verið fyrsta skipti árið 2018 sem það dóu fleiri á hjúkrunarheimilum á Íslandi heldur en á sjúkrahúsum. Já. Og það líka að fjölga þeim sem að deyja heima. En það kannski einmitt, það alveg rétt eins og komst út talaður lífsloka meðferð sem sameinar okkur en það kannski það svona hluti af líknandi meðferð. Já, líknandi meðferð. Þannig líknandi meðferð er meðferðin og lífsloka meðferð eitt hluti af líknandi meðferð sem þá veitt þegar að andlát augljóslega yfirvofandi. Já. Þannig að það einmitt og við kynntust þar. Minn bakgrunnur í heimahlýningu þar sem ég var í 9 ár. Og þar kynntist ég einmitt þessari hugmyndafræði sem kannski við veittum ekkert endilega alltaf meðvitað en að það þessi sem við kallum umsjónarhjúkrun og við vorum að fá þarna einstaklinga með oft nánast allir voru með krabbamein en svo jukust alltaf svona beiðnir með aðra sjúkdóma langvinna og erfiða og þetta hlutverk
hafa heildarsýnina, vera umsjónarhjúkrunarfræðingur, sjá samskipti við læknana, hvort sem það voru heimilislæknar eða sérfræðilæknar, því að oft voru þessi einstaklingar ekki bara með krabbamein, heldur aðra sjúkdóma sem þurfti að sinna. Já. Og þetta bara að létta byrðinni bæði af hinu veika og fjölskyldunni, að hafa yfirsýnina og hafa samskiptin. Og þannig að sjá þetta virka og finna svo alltaf svona vera að banka upp á með fleiri sjúklingahópa, það svona dreif mig áfram í að þróa mig áfram eftir ég var í 9 ár í heimalíningu, að nota þessa hugmyndafræði fyrir aðra með langvinn veikindi en ekki einskorða við krabbamein af því að þess þarf. Já. Og það er verður bara vantarlega bara stærra og stærra, það er alltaf, fólk er alltaf að eldast. Já, og við erum að það er ekkert, virðist einhvern veginn alltaf vera vaxandi bara. Framfarir í bæði, við erum að eldast vegna framfara í læknisvísundum og breyttu lífstíl og aldursamsetning þjóðarinnar er að breytast. Við erum að tala að við munum fjöldi aldrara 85 ára eldri er að tvöfaldast fram til 2050. Já, það er svakalega mikið. Já, og svo erum við með bara fullt af rannsóknum erlendum og íslenskum sem sýna það að fólk vill vera heima sem lengst. Það er bara, þar líður fólki best, þannig að það er svo mikilvægt að hafa svona þjónustu sem virkar til að gera þeim það kleift. En við þurfum bara svo miklu meira. Já. Og við þurfum fyrst og fremst að kerfin tali saman. Við þurfum að hafa möguleika til að fólk geti lagst tímabundið inn, hvort sem það er á hjúkrunarheimili í hvíldarinnlagnir eða líknardeildir, því fólk getur líka lagst þar inn í tímabundna þjónustu. Dagþjálfunin eins og verið að reka upp úr Hlíð núna á Heilsuvernd hjúkrunarheimili, alveg frábært úrræði. Já, sem fólk getur í rauninni komið og verið eins í rauninni nánast eins og það vill, eða ekki? Jú. Og farið svo bara aftur heim? Já, það er, sem sagt, já, getur þess möguleiki á að gista og möguleiki á að vera lengur en bara til 4. Já. En jú, þannig að þetta er bara það sem er framtíðin okkar og við erum náttúrulega að heyra þetta að tala um þetta með fráflæðisvanda og hvernig heilbrigðiskerfið okkar ræður ekki við þetta. Og bara aldraðir farnir að hafa áhyggjur því hvernig rætt er það og það er bara verið að skrifa þetta greina síðast í Vísi í síðustu viku. Önnu Björgu Jónsdóttur og Ólafi á Vísi bara þennan vanda. En það er bara land sem var farið að benda á þetta af læknum hér á Íslandi og líka náttúrulega erlendis að þetta stefnir í að verða faraldur. Já. Það er einstaklingar með langvinn veikindi sem lifa við lengi og hvernig ætlum við að sinna þeim því við getum ekki byggt sjúkrastofnanir eða hjúkrunarheimili utan allt. Nei. Það er hvorki rétt né raunhæft. Það er, gæðin eru betri heima. Viljinn náttúrulega hjá einstaklingunum sjálfum er lang oftast að fá að vera heima. Já, en það er hægt. Algjörlega. Hérna erum við náttúrulega ósælega heppin að hafa til dæmis ykkur í heimalíningu sem að þannig að þetta er rauninni gert kleift. Ég þekki ágætlega sjálf af því að foreldrar mínir, amma mín og afi, þau fengu bæði svona hálfgerðan dauðadóm með krabbamein og þið hjálpuðu okkur í bæðiskiptin og þau fengu bæði að deyja heima sem var alveg ótrúlega dýrmætt. En það er, ég var bara svona að spá í sko þetta, við höfum þetta hér og svo er líka til heimalíningi á höfuðborgarsvæðinu, en hvað með sko alla hina? Já. Vitum við eitthvað það? Já, svolítið. Já. En sko eins og þú sagðir að þau fengu svona dauðadóm og fengu svona hálfgerða dauðadóm og fengu að vera heima og gátu verið heima. Já. Það þarf náttúrulega að vera eitthvað til staðar eins og þið til þess að gera það kleift. Já, og góð fjölskylda líka. Já, maður getur samt ekki gert allt, sko. Nei, en allt er þetta unnið í samvinnu. Já. Og við erum sífellt að læra af okkar fólki sem við erum að sinna. En það sem er að það er alltaf annars lagið að það koma einstaklingar utan á landi sem að einhverju hluta vegna geta ekki dvalið í heimahúsi og langar að fá að kveðja utan sjúkrastofnunar. Og þá hefur það verið að þú kannski verið að dvelja í orlofsíbúðum hér og fengið þjónustu. Já, þá hjá ykkur í rauninni. Já. En það eru íbúðir sem að Oddfellóar gerðu upp við Hlíð og svo keyptu minningarsjóðar heimalíningar
bara var mjög vel stæður, fengið hérna 2 mjög veglegar gjafir og svo fullt alls konar stuðningi sem gerði það kleift að við gátum keypt hús sem að þá hægt að veita þess konar þjónustu fyrir fólk sem kemur utan á landi eða býr hér og býr í óhentu húsnæði og fengi þá einkenna og líknandi meðferð í heimahúsi, nokkurs konar heimahúsi og jafnvel lífsloka meðferð. Já. Og hérna, en síðan verið að vinna því að efla þessa þjónustu út á landi og hvað heitir þetta, norrlenska líkanið? Já, það var skýrsla sem hópur skilaði fyrir heilbrigðisráðuneytið held í 2018 fyrir þessu uppbyggingu á Norðurlandi. Sem og það á að vera svona miðstöð á Landspítalanum annars vegar og Akureyri hins vegar sem veita og efla þessa líknandi þjónustu út á landi. Og þá svona eins og pínulegt það sem við erum að hugsa að það kæmi þá hjúkrunarfræðingar hugsanlega hingað og fengið þjálfun. Já, rauninni heilbrigðis starfsfólki sem vinnur bara á þeim stöðum. Já. Fær að koma og læra af ykkur eða... Já, og bara við það að koma og hitta okkur og kannski handfjalla lyfjadælurnar og eitthvað svona, að þá ertu strax orðin öruggari og það komið svona andlit. Þá auðveldara að eiga sambandi gegnum síma eða tölvu eða eitthvað. Já. Þannig að þetta mun eflast. Já, þannig að fólk geti verið heima að byggja. Já, og þetta við höfum alveg nokkur dæmi sem við höfum verið að styðja hjúkrunarfræðinga og lækna í heimabyggð. Ok, þannig að þeir eru rauninni komið smá reynsla af því. Já, en þetta mun eflast. Já, það eru bara frábærar fréttir. Og sambærileg skýrsla komið mitt út fyrir Vesturland. Þetta heitir uppbygging líknarþjónustu á Íslandi. Henni var skilað 2019 og mjög greinagorð og áhugaverð skýrsla. Og hérna, það sem mitt þetta bara verður ekki athygli á því að það svo mikil þörf á að auka þessa líknameðferð fyrir allan þennan stóru hóp sem með langvinn einkenni. Ekki eingöngu krabbameinssjúklinga. Nei, það eru fleiri sjúkdómar til. Og allir eins og þeir sem að deyja eins og inn á hjúkrunarheimilum í dag eru hrumir veikir einstaklingar sem eru flestir með einhverja langvinna sjúkdóma, jafnvel 1 eða 3 og munu að lokum deyja úr þeim sjúkdómi. Þeir hafa margir geta verið heima lengi áður með þjónustu. Því miður ekki allir. Við erum að heyra allt og ofta fólk að lenda inn og út af bráðadeildum. Vegna þess að bráðadeildum? Já, bara einn að því að við höfum ekki alveg nógu góð. Það búi ekki allir vel eins og hér á Akureyri með samhæfða þjónustu heimahjúkrunar og heimahlýningar. Þannig að það sé hægt að taka á, bregðast við til dæmis tímabundinni aukinu þörf fyrir þjónustu. Þú ert með langan veikindi og þetta gengur vel heima en það getur komið eitthvað smá bakslag, það þarf inngrip og við þurfum að fjölga úrræðinu sem við getum gripið til heima. Já, svo fólk þurfi ekki að lenda inn á slysó og segja söguna sín í 20. skipti og vera þar og í rauninni tappa færni meðan það þar og byrja upp á nýtt þegar kemur. Það var netið aðeins þar. Það var netið þéttar. Og það má eiginlega segja að það niðurstaðan á báðum þessum skýrslum. Hjúkrunarheimilin eru hins vegar algjörlega nauðsynleg, við munum aldrei geta hætt að hafa þau. Þau eru bara ekki framtíðarlausnin fyrir alla. Nei, það náttúrulega þarf að vera eitthvað að velja eins og þetta er náttúrulega öðruvísi þegar þú farið erfiðan svona krabbameinsdóm í rauninni af því þá þarftu kannski bara að taka allt í einu ákvörðun sem þú ætlaðir ekkert að taka strax. Algjörlega. Eins og bara ákvörðun það hvar ætla ég að deyja. Það er náttúrulega risastór ákvörðun og ég held að við þurfum aðeins að fá okkur meira kakó en það er bara henta ágætlega vegna þess að það er komið tími á auglýsingahlé. Við ætlum aðeins að, er þetta ekki annars alveg þokkalegt kakó? Þetta er mjög gott kakó. Gott, ég var að bíða eftir hósur sko. Meira ágjörð að við séum með kakóskegg en það er kannski bara smart. Það er bara mjög flott. Heyrðu, við komum aftur eftir smá auglýsingar. Velkomin aftur. Við setjum ég og hún Auðbjörg hjá Heimahlýningu
Bryndís hjá, segðu mér þetta aftur, Heilsuvernd hjúkrunarheimili. Heilsuvernd hjúkrunarheimili, já, maður hafa þetta rétt, sko. Heyrðu, við vorum alveg í, sko, svolítið alvarlegu umræðefni, en það þarf líka að tala um hlutina sem eru alvarlegir. Vegna þess að, og sérstaklega líknar og lífslokameðferðir vegna þess að þetta er eitthvað sem við vitum öll að við þurfum að takast á við einhvern tíma, bæði fyrir okkur sjálf og okkar nánustu. Og ég stóð í þeim aðstæðum með mínum foreldrum að þau fengu þennan dóm að þau skyldu deyja á krabbameini. Og þar er þetta, ok, og hvað viltu gera? Hérna þetta er til dæmis heimalíning, þær gera þetta, við vissi ekki einu sinni að þau væru til fyrir en að við sitjum þarna hjá krabbameinslækninum og þær gera þetta og þá er henni möguleiki að vera jafnvel bara heima alveg til enda. Og ég man að ég var hissa að heyra það. Ég er alveg svona, já, ok, en býtu er ekki fullt af einhverjum svona sem að þarf, að passa fyrir fólk og ég meina, ég get ekki borið ábyrgð á því, að verið þarna eitthvað og ég man að ég var alveg sjálf hrædd, fyrir hönd þeirra og mín. Og eins með hana Helgu sem við tölum í síðasta þætti, fyrir þá sem ekki eru búin að sjá, þá er hægt að horfa bara á safninu eða á netinu eða eitthvað, endilega kíkja á það. Þá erum við að tala um sem sagt konu sem að fékk krabbameinssjúkdóm hérna á Akureyri, ákveður að nýta sér ykkar þjónustu, heimilíningu, en segir samt alltaf, ég ætla samt að fara á sjúkrahús í síðasta spölinn. Af því það er einhvern veginn bara svona, það er eitthvað öryggi sem fylgir því. En síðan þegar í rauninni, það er lengra liðið og hún er náttúrulega verið veikari og veikari og búin að mynda traust til ykkar og finna í rauninni þessa tengingu og hjálp og stuðning, að þá hættir hún alveg við þetta sjúkrahús. Herri, ég get bara alveg verið hér og ég hef þær bara með mér. Og og það er kannski svo mikilvægt að einhvern veginn, þegar þú ert látin taka þessa ákvörðun, þá er kannski ekki alveg hægt að ímynda sér hvernig það er að fá þessa aðstoð. Já, og líka eðlilega, þá bara þyrmir við fólk, það er bara að fá mjög slæma fréttir sem bara mun breyta lífið þeirra og lífið verður aldrei aftur eins. Nei. En það er ekki þannig sagt að það getur ekki verið gott líf þó það taki þetta alveg til langan tíma að aðlagast og vinna úr þessu áfalli og sorginni og ná að verða svo samferða sorginni að lifa ekki alveg sorgina. En þannig að eðlilega þá þyrmir við fólk og vera svo boðið að fá þjónustu frá heimalíningu og almáttum minn, ég kæri mér nú ekki með að fá einhver ókunnar konur hérna inn á heimilið og þetta er bara heilmargt fyrir fólk að yfirstiga. Já. En oftast bara gengur það vel að smá saman bara kynnust við og við reynum bara að dansa í takt við fólkið og það er aðalatriðið að við erum að vinna saman og vera málsvari og það sem öðruvísi er að þeir sem að geta verið heima og kjósa það að þá eru þeir á heimavelli. Já. Þeir eru þó við stjórnvölinn þar. Við erum gestkomandi og eins og hún sagði að oft þegar fólk leggst inn að þá missir að færnina. Það missir að síður heima. Já, það er svoleiðis. Já, það heldur meiri í sitt. Já. Og við vöðum ekki inn hvenær sem er. Nei. En svo verður þetta svona ósköp frjálslegt. Jú, já. Þannig að þegar þetta gengur og eins og þú nefndir hana Helgu að hún skipti um skoðun og þau voru ósköp sátt með það og svo er það líka stundum að fólk bara hugsa sér ég ætla að deyja heima en svo er eitthvað sem kemur upp á og þá er það kannski, þá þarf innlögn en það er aldrei neitt tap, við eigum gott sjúkrahús. Það sjálfsögðu. Þannig en það er bara svo gott að fólk hafi val. Einmitt. Hafi þó eitthvað val í þessum ömurlegu aðstæðum. Já. Og þegar fólk hefur aðdraganda með sín veikindi. Og svo að því við vorum að tala um að við erum að breytast og það er fólk, við erum að eldast og það eru fleiri sjúkdómar og fólk lifir lengur með sjúkdóma. Krabbamein er oftar að verða krónískur sjúkdómur eða svona langvinnur sjúkdómur ásamt öðrum sjúkdómum sem að þurfa mikla og sérhæfða einkenna meðferð og líknandi meðferð. Bæði taugasjúkdómar og
hjarta- og lungnasjúkdómar og við erum að sinna þessum hóp líka ásamt heimahjúkrun. Já, svo áhugavert sko þetta með að það er svo gott einmitt að geta verið á sínu eigin heimili og þú veist, amma mín og afi voru bæði og náttúrulega það eftir að, þú veist, afi minn var dáinn og þeir náttúrulega hjálpuðu okkur alveg gríðarlega með það að þá þurfti ekki einu svona að spyrja þegar amma veiktist, sko. Það var bara hringdi við Björgu. En á Hlíð, ég hef líka upplifað það að hin amma mín, hún fékk að deyja upp á Hlíð og það var ofsalega heimilislegt. Ég verðum bara að segja það. Já, gaman að heyra það og það er svona etinstefnun okkar sem margir þekkja, sem gengur einmitt út á það að vera sem minnst stofnanaleg en hafa sem mestan heimilisbrag. Og þannig ég segi einmitt við alla þá sem koma að vinna hjá mér að bara muna það að þeir sem að búa á Hlíð, þeir búa ekki á vinnustaðnum okkar. Nei. Við vinnum á heimili þeirra. Já, það er bara svona lykilatriði. Og það að skapa þetta heimilislega umhverfi, það miðar allt að því að skapa þessar aðstæður fyrir náin tengsl og fyrir því að fólk upplifi öryggi og það snýst líka líknandi meðferð, hvað sem hún er veitt. Já, það er að fólk finni að úrræðin séu til staðar en við þurfum líka að skapa þessar bara aðstæður. Það var bara svo huggulegt að við vorum meira að minna bara öll fjölskyldan hana upp frá að spila og horfa á sjónvarpið og þannig viljum við hafa það. Og ég var alltaf að hafa ágjörð að við varum kannski trufla aðra sem bjuggu þarna eða eitthvað en þú veist það var bara eins og allir hefði bara svolítið gaman að heimili. Já, gaman að ég fá litla krakka þarna inn. Þetta er alveg áskorun í dag að vera með hjúkrunarheimili þar sem við erum alltaf að fá veikari og veikari fólk. Já. Því ég segi stundum það er einhvern veginn svona pínu, veit ekki, vanþekking eða fordóma gagnvart hjúkrunarheimilum, þess að svo fólk halda þeir sem séu þar inni séu bara með gigt og kannski höfðatræði. En við erum náttúrulega bara að fá allan þverskurðinn, við erum að fá fólk sem er búið að liggja inn á sjúkrahúsi, sem er búið að hafa massífa hjúkrun heima og er að koma þarna inn, sumir veikir og allir í líknandi meðferð. Og svo kemur að því þeir þurfa lífsloka meðferð og þá er þetta svona pínu áskorun að halda í þennan heimilisbrag en verandi samt í rauninni hjúkrunarstofnun. Og það er bara gott að heyra ef að þú hefur upplifað það er markmiðið okkar. Ég var reyndar, ég var hugsað til sko fólk sem að lendi í þessu á COVID-tíma. Já. Það hefur örugglega, ég bara finn virkilega til með þeim sko. Það bara örugglega bara eins og Auðbjörg hefur upplifað sjálf, það var erfitt að þurfa að fara. Já, einhvern veginn að meika. Það var nú alltaf verið gerða svona undan þáur að fólk bara þá alveg í fullum skrúða fekk að koma inn og kveðja ástvini. Bara í geimbúningnum bara. Já. En svo hefur við sem betur fer með því sem að það hefur nú aðeins. Allir okkar íbúar eru tvíbólusettir og flestir með þriðjaskammtinn við örfunarskamt. Að þá er hægt að aðeins að draga úr. Já. En auðvitað hefur þetta haft áhrif. Já, ég trúi því. Ég trúi því. En það var annað sem ég var að hugsa, sko, af því að þegar maður sjálfur hefur rauninni ekki tóla mikið vita á því hvað gerist hjá mannesku þegar hún er að deyja eða í aðdragandanum og svo einmitt lendir í þessu að foreldri manns stendur frammi fyrir þessu og þetta fá að vera heima, en er samt ekki fullt af einhverjum svona hlutum sem að þú veist, amma mín til dæmis kannski vill ekkert að ég sé að hjálpa henni með alls konar hlutir sem að hjúkrunarfræðingar eins og þið eru náttúrulega sérfræðingar í og það er held ég örugglega áhyggjuefni hjá mörgum, það var allavega hjá ömmu minni, þú veist, hún vildi ekki láta okkur þurfa að þetta væri alveg nógu erfitt án þess að við þurftum líka að fara að sjá eitthvað að baðana og eitthvað, þú veist, alls konar sem að, þú veist, hún setji sér stíla eða eitthvað, þú veist, hún bara eitthvað, ég vil ekkert að þú setji stíla Nei, til þess erum við. Já, akkurat, og það er nefnilega, þú veist, þetta eru svona hlutir sem er rosa lítið talað en ég held að skiptir fólki bara rosa miklu máli og það skiptir líka bara svo miklu máli að fólk þori að tala það. Og þess vegna er svo mikilvægt að vinna með fjölskyldunum. Að setjast niður og spjalla saman og fræða og fá spurningar. Já. Og þarna skiptir svo miklu máli tengsl. Bara koma á góðum tengslum, góðum samskiptum, heiðarlegum og góðum samskiptum. Já. Bæði milli okkar, fagmanns og fjölskyldna og innan fjölskyldna. Já. Að stundum er það kannski okkar stóra hlutur bara
efla fólk að finna sína styrkleika og bara kynnast nýjum hliðum á sjálfum sér og öðrum í fjölskyldunni. Já, fólk þarf náttúrulega einhvern veginn að maður þarf að sækja í einhvern styrk sem maður vissi kannski ekkert að maður hefði, sko. Já. Ef maður ímynda sér þessar aðstæður, að ég myndi lenda í þessum aðstæðum, bara guð, ég myndi aldrei geta staðið bara með þessar manneskju sem hefur verið með gjörsamlega allt í gegnum svona erfiðleika, en svo allt í einu getur maður það bara. Já, þú getur það. Og maður getur það. Og oft þetta sem hjálpar fólki þegar lengra líður frá að hafa geta gert þetta. Já, og geta gert þetta saman. En við hefum náttúrulega aldrei geta gert þetta án ykkar, sko. Það er náttúrulega alveg forsenda. Já, og við ekki án ykkar fjölskyldnanna. Nei, og það er ekkert síður að aðstoða okkur. Já, og það er okkar hlutverk og við leggjum mikið upp úr eins og hún Bryndís kom inn með svona umsjónarhjúkrunarfræðing og að sinna fjölskyldunum. Auðvitað erum við ekki óskeikular, stundum bara erum við ekkert mjög flinkar og þannig það því að við erum mannlegar. Já. En meðan maður bara reynir að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur. Og stundum er það líka stór þáttur hjá okkur, það er að lána fólki dómgreind og styrk og efla tengslin innan fjölskyldana. Já. Það er bara svo mikilvægt. Það er kannski auðvitað stundum þannig að það er bara margt búið að ganga á og það er ekki hægt að bæta það sem farið og þá þarf að virða það. Einmitt. En stundum er þetta bara að fólk kannski bara hefur gleymt sér í amstri hversdagsins, gleymir að tala saman og það er alltaf algjörlega eiginlega bannað að fara að reyna að lesa hugsanir. Það er bara að tala saman. Já, akkurat. Það er ekki að þurfa svona sjúkdóm til þess að fólk átti sig á því að það er ekki alltaf hægt að setja allt í skúffu og bara bíða eftir því að einhverjum betri tíma til að ræða málin. Já, nei, það er voða gott ef við reynum að tileinka okkur. En meina, við erum alltaf að gera klúður. En er það þá ekki máli? Þú veist, nú er alltaf tíminn búinn, tíminn flýgur alltaf frá okkur hérna. En það er kannski bara máli að nú hvetjum við fólk bara til þess að búa til kakó, græja eitthvað næs kvöldkaffi með þeim sem þykir vænt og tala hlutina. Og efla tengslin. Já. Og muna öll degi einhvern tímann. Já, akkurat. En við fáum ekki öll fyrirvara. Nei. En ef við höfum þó það er lánsöm, ég vil ekki gera lítið á því. Nei. En þá getum við gert ýmislegt. Já, algjörlega. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Ég bara dáist að ykkur og ykkar störfum. Þau eru bara ótrúlegar. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að horfa. Takk fyrir. Og bara skál.